Atvinnupúlsinn unnin í samvinnu við eftirfarandi aðila: Brimrún EHF, DNG Akureyri, Kælismiðjan Frost EHF, HB Grandi HF, Loðnuvinnslan Fáskrúðsfirði, Marel á Íslandi, Orkusalan, Páena, Samherji HF, Slippurinn EHF, Valka EHF, Vélfag EHF Ólafsfirði, Vinnslustöðin Vestmannaeyjum. Í þessum öðrum þætti atvinnupúlsins hátækni í sjávarútvegi og íslenskt hugvit heimsækjum við meðal annars loðnuvinnsluna á Fáskrúðsfirði. Í vinnslustöðvum fyrirtækisins íslenskur vélbúnaður einmitt í öndvegi og framkvæmdastjórinn segir nauðsynlegt að uppfæra búnaðinn reglulega. Við verðum á Fáskrúðsfirði í seinni hluta þáttarins. Genís á Siglufirði stendur á tímamótum, hröð uppbygging fyrirhuguð í kjölfar hlutafjáraukningar og við kynnum okkur þau áform. En byrjum á sprotafyrirtæki í Ólafsfirði. Vélfag framleiðir fiskvinnsluvélar, svo sem hausara, flökunarvélar og róðdráttarvélar. Ekki bara fyrir innanlandsmarkað, útflutningur stór þáttur í starfseminni. Hérna það hugvitið, þekkingin og nýsköpun sem skiptir höfuðmáli. Sjávarútvegurinn kröfuharður kaupandi og þess vegna fer öll þróun vélbúnaðarins fram í nánum tengslum við greinina. Frá starfsstöð Vélfags í Ólafsfirði höldum við til Cuxhaven í Þýskalandi. Í nýjum vinnsluskipum Deutsche Fischfang Union, Berlín og Cuxhaven íslenskur búnaður einmitt áberandi, meðal annars frá Vélfagi í Ólafsfirði. Fyrsta flökunarvél sem fór borð í skip var einmitt prófuð í frystihúsi Samherja á Dalvík. Og þar byrja boltinn að rúlla, því að þá fáum við mjög flotta samanburð við það sem var fyrir á markaðnum. Og það var alveg ótrúlega dýrmætt viðanesti fyrir okkur og það var eiginlega stökkbreytti okkar út í heim, má segja. Það þetta samstarf við Samherja sérstaklega í þessum útflutningsgreinum. Þannig að við erum komin í skip víða núna erlendis. Og nú erum við í þessu nýjasta, Berlín. Hvernig tilfinning að sjá vélina hér og vélarnar einhvern veginn í þessu skipi? Já, þær eru mjög blendar. Maður fær kökk í hálsinn reglulega og horfandi yfir sviðið og séð að við Vélfag litla á Íslandi komin hérna í flaggskip þýska flotans og eingöngu fiskvinnsluvélar frá okkur. Það náttúrulega kallar fram þessar skrýtnu tilfinningar, sko. Það bara þannig. Hvað það sem þessi vél gerir? Af hverju hún svona sérstök? Sko, hausarnir frá okkur hérna framar í skipinu og síðan þetta fyrir gegnum flökunarvélar og svo róðdráttarvélar sem hérna á endanum og það bara fiskurinn hausaður, flakaður og róðdreginn. Og okkur hefur tekist mjög vel að bæta nýtingu verulega og flakagæði og svo bara gangur ekki vélana og viðhaldskostnaður hefur lækkað gríðarlega af því sem var áður. Þannig að það ætla ekki það sem lykilþættirnir. Auðvelt aðgengi á öllu, þú ert fljótur að breyta eða bæta það sem þarf til þess að allt gangi og smurt fyrir sig. Og þessi stóra vél hérna hluti af þessari nýju tölvustýrðu línu okkar sem að þeir mitt íslensku útgerðirnar og svo Samherji komið hérna út fyrstu sem að hafa verið að taka það. En hvort kemur framþróunin frá ykkur eða það ákallið frá, eins og í þessi tilfelli Samherja, að koma með eitthvað nýtt? Þetta sé ekki það beggja bland, sko. Það við erum alltaf svo vitlaus að leið og einhver kastar einhverju í lotti, sko, þá verður maður að leysa það. Það ekki hægt að hafa það óleyst, sko. Þannig að við erum þannig að það sé ekki svolítið 50-50, sko. Bæði dettur okkur ýmis vitleysa í hug og svo náttúrulega erum við í rosalega góðri stöðu með það að menn eru tilbúin að prófa og það alltaf svo mikið jákvæðni í þessum gera og það vantar kannski svolítið að það komi fram almennt bara hvað mikið jákvætt streymi í þessum útgerðarfyrirtækjum sem að
leiðir þetta þá af sér að Ísland að taka miklu meira inn per kíló heldur var og það bara ekkert sjálfgefið. Við erum langt framar öllum öðrum þjóðum í þeim efnum og erum leiðandi á þessu sviði og ætlum bara að vera það. Hvernig framtíðin? Framtíðin núna bara björt, sýnist mér. Það bara, þetta eins og Bjarmi kom inn á, það svo mikill kraftur og orka í þessum geira, í þessum útgerða fyrirtækjum sem og þessi jákvæðni mitt og vilja gera vel og það alltaf þetta kappsmál. Kom alltaf þessu gæðavöru svo á endanum á diskinn hjá neytandanum. Þannig að það bara ótrúlega mikil tækifæri og eins og segi, þegar það svo mikil jákvæðni kraftur þá þetta að gera svo margt úr honum. En að lokum, maður heyrir stundum Vélfag, þetta litla fyrirtæki í Ólafsfirði, það að gera svona góða hluti? Eitthvað erum að gera rétt vantarlega með það sem markaðin vantar, þannig að já, það fyrir ekkert að gera lítið úr því, en þetta náttúrulega ekki einsmannsverk eða tveggjamannaverk eða þannig, heldur þetta, eins og ég segi, þetta svona bæði höfðu á öflugu starfsfólki að skipa og við erum í mjög mikilli beinni tengingu við markaðinn og eða okkar kúnna og þetta svona hálfgert eins og hjónabandi, við viljum ekki fara að sofa ef ykkur er óánægð, þannig að við leysum alltaf málin einhvern veginn og það er svona farsælt þetta fyrir alla Við höldum næst til Siglufjarðar, þar er líftækni fyrirtækið Genis sem þróar og framleiðir vörur úr lífríki sjávar. Þekktast er fæðubótaefnið Benekta, en nú eru ákveðin tímamót hjá fyrirtækinu. Ákveðið hefur verið að auka hlutafé fyrir alltaf 2 milljarða króna og fjármálafyrirtækið Gamma mun sjá að selja hlutaféð. Þetta eru mikilvæg vegamót sem við stöndum á núna eftir áratug af rannsóknum og þróun og sem er eitt stærsta einstaklingsfjárfestingaverkefni á Íslandi í grunnrannsóknum því að megna þessu byggist þar og síðan höfum við núna klárað fullbúna verksmiðju til sem er tilbúin til uppskurðunar og næstu skrefum fyrirtækis sem við ætlum að nota þessa peninga í er að styrkja stöðu okkar á markaði, að við höldum þessu tæknilega forskoti sem rannsóknir okkar gefa og hámarka virði þeirra rannsóknar og niðurstöðuna sem við eigum með áframhaldandi þróun inn í 4 verðmæta strauma. Það er inn í lyfjabæti eða nutraceuticals, inn í beinagræðslu og inn í lyfjaþróun. Og það sem við ætlum að gera við þennan pening er að pakka suma þessu inn, klára klíníska rannsóknir sem við erum byrjaðir á og markaðsetja frekar þau vörur sem tilbúnar eru og verða tilbúnar á næstu mánuðum og árum. Getur við sagt að Genis sé fyrirtæki sem að treysti á og sé svona framleiða auka afurðir úr sjávarútvegi? Já, það er náttúrulega það sem er skemmtilegast við þetta. Að til þess að geta staðið undir þeim lífsgæðum sem við viljum búa við, þá verðum við að búa til fyrirtækja þessari gerð sem að hafa háa framlegð, mikla verðmætasköpun og geta staðið undir uppbyggingu í markaðs- og sölumálum, borgað há laun og háa skatta og staðið undir þeim lífsgæðum sem við viljum hafa. Og það er vegna þess að þau vörur og þau tækifæri sem búa í fyrirtækinu bjóða upp á það. En það kostar pening og tekur tíma og þetta að færa okkur yfir í lífvirk efni úr sjávarútvegi að mörgu leyti er svolítið svipað og kannski fyrir einhverjum öldum þegar var verið að tína lífvirk efni úr jurtum. Þetta er í tísku núna að leita eftir þessu í sjávarútvegi eða sjávardýrum og plöntum og við erum á besta stað. Já, ég held að Genis sé eitt af þeim fyrirtækjum í Íslandi sem er mjög spennandi og er að ná að nýta sér sjávarútveginn og afurðir úr sjávarútveginum til þess að búa til vörur sem er að fara þá núna inn á sem fæðubótarefni og hugsanlega í framtíðinni sem lyf og virðisaukinn verður alltaf mikið meiri og hérna fer líka náttúrulega saman þekking. Það er víða í samfélaginu, fræðasamfélaginu, mikil þekking í líffræði og læknisvísindum og auðvitað er það spennandi þegar það er hægt að tengja þetta tvennt saman
sjávarútveginn og aðgengi að þessum lífmassa, þessu hráefni sem getur hugsanlega farið inn í lyfin og þekkinguna til að búa það til. Ertu bjartsýnn á að það verði auðvelt að fá fjárfesta að borðinu? Já, ég er það. Við værum ekki að taka verkefni af okkur ef við teldum það ekki. Og forstjóri Genís sér fyrir sér hraða uppbyggingu í kjölfar hlutafjáraukningarinnar. Já, það er það sem við viljum gera. Við viljum stíga á pedala, við viljum gefa í. Við þurfum á því að halda þessu mómenti sem fyrirtækið hefur og nú þurfum við að gefa í og klára mál og taka fyrirtækið yfir á næsta þrep. Áfram höldum við með atvinnupúlsinn, við erum komin til Fáskrúðsfjarðar. Loðnuvinnslan er langstærsta fyrirtæki þannig að sjávarútvegur er burðarásinn í atvinnulífi staðarins og starfsemi loðnuvinslunar er margþætt. Veltan er á bilinu 8 til 9 milljarðar króna. Íbúar Fáskrúðsfjarðar er 730 og ársstörfin hjá loðnuvinnslunni er 150. Skip félagsins eru 3 og fyrirtæki starfrækir bolfiskvinnslu, uppsjávarvinnslu, fiskimjölsverksmiðju, svo stiklað sé á því helsta. Loðnuvertíðin stendur einmitt yfir núna og unnið er allan sólarhringinn í frystingunni og bræðslunni. Framkvæmdastjórinn segir nauðsynlegt að fylgjast með tækninýjungum í vinnslunni og uppfæra reglulega búnað. Ég held að það sé grunnurinn að því að lifa til framtíðar. Það er að hafa raunverulega afkomu til þess að geta uppfært tæknina. Það eru mikla tæknibyltingar í bolfiskvinnslu og í uppsjávarvinnslu og því er öllum nauðsynlegt ef menn ætla að standa samkeppnin af sér að uppfæra sig. Einnig er það þannig að það er kannski ekki til framtíðar til allt þetta fólk sem þarf í þetta. Þess vegna er nauðsynlegt að tæknivæðast. Friðrik segir að nýjar og fullkomnar vélar í bolfiskvinnslunni geri fyrirtækinu kleift að uppfylla þarfir markaðarins. Áreiðanleikinn aukist. Hann segir að íslenskir framleiðendur fiskvinnslubúnaðar standi framarlega. Það á bæði við uppsjávarfrystihús og svo bolfiskfrystihús. Þetta er meira og minna allt búnaður frá Íslandi. Hvers vegna er það? Já, þessi framleiðendur segja allavega á stundum á tyllidögum að sjávarútvegurinn sé afskaplega mikilvægur fyrir þá. Við höfum verið mjög áræðnir að taka til okkur þessa tækni þó hún sé ekki alveg full kláruð og það er náttúrulega þessum fyrirtækjum mjög mikilvægt. Er þá sjávarútvegurinn að leggja umtalsverða fjármuni í nýsköpun? Já, það er allt á fleygiferð eins og þetta er í dag. Ég hef sagt það með þessu vatnskurðarvél að þetta tæknin er að fleygja fram kannski 10-15 ár. Þetta er svo ofboðslega mikil breyting frá því sem var áður. En íslenskur hugbúnaður, þetta eru þá í raun og veru afleidd störf út frá hefðbundnum sjávarútvegi. Já, það er alveg rétt hjá þér. Það er mikil gróska, maður finnur það er mikil gróska. Það er mikil gróska hjá bæði Marel og Valka og síðan 3X stál og Skaginn og Frost á Akureyri og Rafeyri á Akureyri. Þetta tengist allt meira og minna í þessu. Menn eru svona að reyna að bjóða upp á heildarlausnir. Ég myndi segja bara menn eru ofboðslega framarlega og það er vel. Hvað gerist hjá því sjávarútvegsfyrirtæki sem að ekki fylgir tækninni? Verður það eftir og gefst upp á endanum? Ég vil nú kannski ekki segja það að auðvitað hafa menn allir sína forsendur sumir eru bara alveg skuldlausir og geta leyft sér að vera með meiri kostnað en aðrir en til framtíðar þurfa menn náttúrulega að tileinka sér tæknina en menn þurfa líka að vera í ákveðinni stærð til að geta það.
Við höldum næst í bolfiskvislu loðnuvinnslunnar sem tæknivædd og íslenskur búnaður áberandi. Það alveg frá flökunarvélunum og inn að tækjum með frystiklefum. Það bara íslenskt hugvit á milli. Mínus ein roðfléttuvél sem þýsk. Allt annað íslenskt. Hvers vegna fóruð þið þá leið að vera með íslenska vélar? Ég hef ekki séð neitt búnað sem betri. Kynnum okkur fyrst flökunarvélina. Hún vinnur bara allan fisk, allan bolfisk, frá undirmál og upp úr. Það einn og einn fiskur sem við þurfum að handlaga í dag. Það mikill munur frá því sem áður var væntanlega. Já, og 4 menn í handflögun og nú allt vélflagað. Hversu nákvæm vélin? Hversu vel vinnur hún? Einstaklega vel og góð þjónusta í kringum hana og gott að vinna hana. Þannig að þetta eykur í að þá rekstrað öryggið hjá ykkur væntanlega? Já, umtalsvert. Þetta bara alveg bylting í þessu búnaði. Hvað með nýtinguna? Hún umtalsverð, betri. Færum okkur yfir á næstu vél, vaskurðarvélina. Hún tekur forsnitt flök og skerðu þannig að svona varta mannsvöndin gæti gert það. Og það alveg saman hvað setur inn í hana mikið að það kemur út úr henni eins og þú biður Þetta eykur þá í afhendingar öryggið fyrir ykkur að afhenda þá vöru sem kaupandinn vill. Já, það tilgangurinn með þessu að komast innar í markað og framleiða þessa fullunnu vöru hér sem í rauninni stórt skref fyrir okkur. Og í pökkuninni ræður tæknin sömuleiðis ríkjum. Já, þessi vél frá Völku, þessi alengarflokkari samvalsvél, hún alveg einstök fyrir ferskan hlutan. Hvernig vinnur hún? Hún vinnur nákvæmt og skilar því sem hún beðin þeim stærðum, þeim þyngdum og snuðar aldrei kaupandann. Hann fær það sem hann beður mismunandi eftir vikum hvað að framleiða, hvaða stærðir? Já, það náttúrulega bæði fiskurinn misstór og síðan stundum markaðsaðstæður sem erfiðar og þá frystum við meira. Á morgni þá maður alveg viss hvað maður ætlar að gera, sem breytist það bara yfir daginn og taka þau tækifæri sem koma. Það eru færri hendur hérna heldur en var áður fyrr? Já, þegar horft kannski fyrir 1980 þá þetta mikil breyting. Hvað með rekjan leikan á framleiðslunni, hann alveg gegnsær? Þú átt að geta á sölunótu rekið alveg til veiðiskips og þar lendar áhafnar og annað, þannig að það allt skráð. Markaðurinn, hann hættur að tala í kílóum þegar hann að panta, hann frekar að tala fjölda stykkja og svo framvegis? Já, sérstaklega í frostvörunni. Það mikil tækifæri fyrir markaðina að fá vöru eins og nýta sem best á hvern disk. Hvernig sér þú tæknina þróast ef þú horfið bara 2-3 ár fram í tíman, það ekki hægt að biðja mikið meira? Ég í rauninni held að betur menntað fólk sjáum það í framtíðinni og ef við horfum aðeins lengra ég sé það ekki að flökuna vilja breytast mikið en allt fyrir aftan það mun breytast. Þannig að tæknin á fleygiferð? Alveg á fleygiferð. Já, tæknin á fleygiferð, við komum við í loðnufrystingunni á eftir, en færum okkur fyrst niður á bryggju þar sem verið að landa úr nótaveiðiskipum eða þau bíða löndunar. Útgerðarstjóri loðnuvinnslunnar segir að skipin komi nú með mun betra hráefni til vinnslu, skipin séu mun betur búin en áður. Já, það má eiginlega segja það að á síðustu 10-15 árum hefur orðið algjör bylting í bæði meðhöndlun á afla.
kæling og geymsla borð í skipunum allt öðruvísi og öll efnisnotkun í lestu miðar að því að halda hráefni í sem allra mestum gæðum alveg fram að þeim tíma að þið byrjaði að landa. Já, til dæmis bara kælibúnaðurinn, hvað þýðir það að skipin geti komið með ferskt hráefni á landi? Já, kælibúnaðurinn náttúrulega algjört lykilatriði. Það má eiginlega segja á síðustu árum að þá hafa kælikerfin í svona skipum alltaf verið að stækka og áður fyrr var verið að telja orkuna í kælikerfunum í kannski einhverjum 100.000 kílókaloría en núna eru skipin oft með 2,5 milljón kílókaloría og það í raun og veru segir okkur bara það hvað fljótt að keyra hitastigið í aflanum niður í -1 gráðu. Hvað sýnist þér með íslenska flottan, stöndum við framarlega við Íslendingar? Það eru náttúrulega farin að koma góð skip til landsins núna og sem betur fer afkoman í sjávarútvegi þannig að það loksins orðið forsvaranlegt að vera með uppsjávarskip nýleg. Áður fyrr var þetta þannig að menn voru alltaf að byggja ofan á einhverja gamla síðutogara sem voru kannski orðnir 50-60 ára gamlir en sem betur fer að þá eru þeir að týna tölunu og við að færast inn í nútíman. En þetta norska skip sem að hérna fyrir aftan okkur, auga, það sér í raun og veru aldrei hráefnið? Já, það má eiginlega segja það að byltingin í vinnuaðstöðu sjómanna á svona skipi að þeir eru í nótakassa, þá eru þeir innandyra, nótakassin yfirbyggður og dekkið þar sem að aflinn hérna fyrir gegnum sjóskiljur og dælt niður í lest að þetta undir þiljum og vinnuaðstaða og aðbúnaður fyrir menn á svona skipi bara allt annar en á þessum gamlu skipum eins og voru hér uppsjávarskipin. Og allt þýðir þetta þá aukið verðmæti? Aukið verðmæti og síðast en ekki síst, þá það í raun og veru öryggi sjómannanna, þeirra vinnuaðstaða. Hún svo gríðarlega miklu betri á þessum skipum. En það þarf líka mun færri því að tækninni hefur fleygt mjög mikið fram að það þarf ekki að vera með menn standandi út á dekki að toga í eitthvað skaft fram og tilbaka. Þessu alltaf bara stýrt ofan úr brú eða af dekki. Þetta sem sé hátækni? Já, þetta eru nýjustu uppsjávarskipin í dag eru algjör hátækniskip. Og þá höldum við í uppsjávarvinnsluna þar sem að loðnan fryst. Hérna unnið á vöktum allan sólarhringinn. Frystarnir eru 9 talsins og þegar frostnar blokkirnar koma á færiböndum tekur vélmenni við og staflar á bretti. Þessi róbót nýr sem hefur lett svolítið mikið störfum hérna. Hversu mikið sparar hann í mannskap? Það sparar svona 4-5 menn á sólarhring. Þetta var erfiðis vinna að stafla á bretti? Já, þetta var erfiðast af þessu held ég að hafa verið þetta. En róbótinn, hann aldrei þreyttur? Nei, ekki ennþá allavega. Nei, hann hefur ekki klikkað ennþá. Var það bylting að fá róbótinn? Já, þetta var mjög mikið menn. Mjög gott. Hvað segir mannskapurinn yfir þessu? Já, ég held að ég sé mjög ánægður með það, Það þurfa ekki að gera þetta. Róbótinn, hann staflar alltaf rétt líka. Þetta þýðir svona, visst öryggi fyrir ykkur og kaupendum væntanlega. Já, það verður allavega alltaf eins staflað á brettinu og mjög vel. Ef þægilega þegar þú setja í gáma, þá passar það betur í og engin hotnótor og það ýmislegt svona þegar. Þú væntanlega búin að vera nokkuð lengi í þessum bransa. Hversu mikil bylting þetta til dæmis? Frá því að ég byrjaði, mjög mikil. Það var alltaf hönduð þá svona, það mjög mikil. Hversu mikils virði finnst þér að það sé finnst vel með tækninni og öllum tækninni í okkur? Það bara nauðsynlegt. Við þurfum að vera að fylgjast með því að þetta bæði léttar á ódýrara fyrir fyrirtæki líka. Og starfsfólki það spila með? Já. Það allir glaðið þau þurfa minna að taka á.
Við kveðjum Fáskrúðsfjörð þar sem sjávarútvegur hryggjarstykkið í atvinnumálum staðarins. Í næsta þætti höldum við svo áfram að fjalla hátækni í sjávarútvegi og íslenskt hugvit.